Katrín, þín viðbrögð við þessum upplýsingum sem koma þarna fram? Já, þetta eru auðvitað mjög alvarlegar upplýsingar því þarna erum við með kjörna fulltrúa þessa samfélags, forsætisráðherra landsins fremstan í flokki sem hafa valið það að haga sínum málum þannig að þeir kjósa að spila ekki eftir þeim reglum sem við höfum sett okkur sem samfélag. Þeir kjósa að geyma sína fjármuni í aflandsfélögum til þess að til dæmis fela eignarhald eða að fá af því skattalegt hagræði. Þarna kemur fram að forsætisráðherra ákveður að selja sinn hlut til eiginkonu sinnar daginn áður en reglur, svo kallar CFC-reglur taka gildi. Auðvitað vekur þetta bara enn fleiri spurningar og þetta vekur líka upp spurningar það hvaða kröfur við gerum til okkar ráðamanna og þegar við sjáum þann félagsskap sem því miður okkar forsætisráðherra í þegar horft til stjórnmálamanna á erlendu vettvangi sem á þessum lista, þá það ekki fýsilegur félagsskapur. Við ætlum að fá fleiri viðbrögð hér á eftir frá fulltrúum annarra stjórnmálaflokka en áður við fáum þau. Þá skulum við rifja upp það sem kom fram í Kastljósþættinum áðan formann og varaformann Sjálfstæðisflokksins. Í reglum hagsmunaskráningu þingmanna segir að skylt sé að skrá heiti félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri sem alþingismaður á hlut í. Bjarni Benediktsson hefur lagt áherslu á að félag hans hafi ekki verið í atvinnurekstri þegar reglur hagsmunaskráningu tóku gildi. Forsætisráðherra hefur borið sömu skýringu fyrir sig vegna félagsins Vintris. Samkvæmt svari frá skrifstofu Alþingis lesa sérfræðingar þingsins ákvæðið aftur á móti á þann veg að þingmenn eigi að skrá félög hvort sem þau eru í atvinnurekstri eða ekki. Bjarni segist ekki hafa átt starfandi félag eða fasteign sem gera hafi þurft grein fyrir í hagsmunaskráningunni. Folson & Co var hins vegar enn starfandi í mars 2009 þegar reglurnar tóku gildi og uppgjöri vegna fasteignaviðskiptanna í Dubai lauk ekki fyrr en hálfu ári eftir að þær tóku gildi. Félaginu var svo slitið endanlega 2012. Í Kastljósi kom einnig fram að Ólöf Nordal, innanríkisráðherra, var skráð prókúruhafi skúffufyrirtækisins Dooley Securities á Tortóla 2 dögum eftir að hún tók þátt í prófkjöri flokksins árið 2006. Landsbankinn stofnaði félagið undir ætlaðan ávinning af kauprétti eiginmanns hennar. Ólöf hefur sagt að þau hjónin hafi aldrei notað félagið, bankinn hafi í raun átt það. Félagið var afskráð á Tortólu árið 2012 og ekki að sjá í gögnum Mossack Fonseca að prófkúra Ólafar eða Tómasar hafi verið afturkölluð fyrir þann tíma. Já, við erum komin hér með fulltrúa annarra stjórnmálaflokka, Sjálfstæðisflokkurinn hér fyrst. Guðlaugur Þór, þín viðbrögð við þessum þætti? Já, það augljóslega búið að leggja mikla vinnu í þetta af hálfu Reykjavík Media og RÚV og samstarfsalina og hér eru mjög stór mál að ræða þegar við erum að tala málefni aflandsfélaga. Og það augljóst að við þurfum að fara mjög vandlega yfir þessi mál á næstunni því eftir því sem best veit að þá er líka eftir að sjá fleiri upplýsingar og það er mikilvægt að við förum vandlega yfir þau. Það kom fram í þessum þætti að við stofnun félagsins sem formaður flokksins þins átti að þar var verið að spyrja að því hvort að það var hægt að gefa út hlutabréfin á handhafa en ekki nöfn, einhvern veginn lyktar það að því það sé verið að fela eignarhaldið. Hvaða ályktun dregur þú? Þátturinn nú þannig að ég ætla nú að horfa á hann aftur til þess að meta allar þær upplýsingar sem að þar eru og ég held að flestir muni nú gera það. En ég get ekki séð annað en þegar maður horfir á þennan þátt að það sé fullt samræði milli þess sem að Bjarni og Ólöf hafa sagt og það sem kemur fram í þessu þætti. Hvernig fannst þér framganga forsætisráðherrans? Þetta gefur Sigmundi Davíð tilefni til þess að fara betur yfir sín mál og ég ger ráð fyrir því að hann muni gera það. Að hvaða leyti? Tilefni til þess að fara yfir sín mál, útskýra það eins betur? Ég held ég þurfi ekkert að útskýra það. Allir sem horfðu á þáttinn, allar stór hluti á honum fór að það sem að honum snýr og ég er sannfærður það og það er frekar augljóst að hann muni fara yfir sinn þátt málsins. Árni Páll, það var ekki fjallað gjaldkera Samfylkingarinnar sem á mikið fé í aflandsfélögum erlendis. Hann er ekki kjörinn fulltrú og verð þess vegna ekki í þessum gögnum og ekki tekið fyrir í þessum þætti. En hvað var það sem að vakti helst þín athygli á því að horfa á þennan þátt? Já, þú nefnir hann, þá skapaði hann auðvitað ákveðið fordæmi sem verður nú athyglisvert að sjá hvort aðrir treysti sér til að fylgja og víki á vettvangi. Við búum auðvitað við það eftir þennan þátt að ásýnd Íslands í öðrum löndum er orðin alveg skelfileg og það má ekki vera þannig
að upplifun umheimsins sé svo að hér sé Íslands stjórnmálastétt á bólakafi í skattsvikum og undirferli. Skýringar forsætisráðherrans standast augljóslega ekkert af þeim og skýringar fjármálaráðherrans ekki heldur. Þetta graf alvarlegt mál og ríkisstjórnin núna rúin trausti og við verðum einfallega að gera þá kröfu til stjórnarþingmanna að þeir axli ábyrgð sína af því að byggja með okkur hérna siðvætt samfélag og snúi sér ekki í sjálfkrafa vörn fyrir óafsakanlegt athæfi. Þannig að þið ætlið að fara fram með tillögur núna í þinginu á morgun. Birgitta, hvernig verða þær? Það alveg ljóst að við verðum að leggja fram vantraust og kröfum þingrof í kjölfarið. Það bara þannig. Maður bara hreinlega dofinn eftir að hafa horft á þennan þátt og maður svo sem vissi að víða var pottur brotinn en að Ísland verði heimsfrægt fyrir þetta ekki gott fyrir trúverðugleika okkar í alþjóðasamfélagi. Hvað finnst þér þú nú verið viðloðandi þessi mál, svona lekamál og hérna rannsóknarblaðamennsku, hvað finnst þér þessa hvernig hefur verið staðið að þessu? Mér finnst þetta bara mjög faglega og flott sett upp. Við fórum á vefinn sem var settur upp með frekar upplýsingum. Þannig að það mjög margt að skoða þarna og því miður að þá Ísland í aðalhlutverki ásamt Rússlandi. Óttar, hvaða áhrif hefur þetta innan þings og utan heldur þér? Já, ég náttúrulega eins og aðrir bara eiginlega í sjokki eftir að horfa á hana þátt vegna þess að þessar upplýsingar þær eru einhvern veginn sýna að staðan verri, leyndin meiri, það meira laumurspil í gangi og meiri ásetningur heldur en eiginlega nokkurn hefði getað grunað. Þetta bara alvarlegt áfall fyrir okkur öll. Orðspor Íslands náttúrulega undir, við erum svona skriðin upp í augum heimsins sem venjulegt fólk eftir hrunið og þetta eiginlega alveg hræðilega fréttur ofan í það.